Gísli Tryggvason, næstur kjósavel. Já, formaður, góði félagar og aðri áheyrendur. Ég vil þakka nefnd C fyrir gott starf í þessu eins og öðru. Mér langar að fara yfir þetta í svipari röð og Íris Lind lagði þetta upp. Í fyrsta lagi varðandi forsetann, eins og fram hefur komið á öðrum vettvangi, þá vil ég nú svona gjarnan heldur auka hlutverk forseta. Það er að segja til þess að tempra vald annarra. En ég vil gjarnan að það komi skýrt fram í þessari tillögu eða greinagerð að hann á ekki að tala fyrir utanríkisstefnu nema í samráði við ríkisstjórn. Hann á ekki að tala í aðra átt en utanríkisstefna ríkisstjórnar sem jú í umboði Alþingis. Annars værum við annarkvort að skapa ómikið kaos ef við værum að leyfa forseta eða ég vil að hvetja til þess að hann talaði í aðra átt en þing og ríkisstjórn. Nú eða að fara of langt yfir í forsetaræði. Það eru þetta til í öðrum ríkjum eins og að ég hygg í Frakklandi og Finnlandi, svo ekki sé tala Bandaríkin, að þar hefur forseti meira hlutverk í utanríkismálum en kannski öðrum málum. Ég vona enginn sé að leggja það til hér og ég vona enginn vilja að við tölum tungum tveim á erlendu vettvangi. Þannig ég myndi gjarnan vilja að það verði skýrt í greinagerð það sem ég skil út úr þessu að forseti á ekki að tala nema, í samráði við ríkisstjórn utanríkismál. Það líka bara regla í þingræðisríki. Nú, varðandi þá spurningu Írisar Lindar hvort að ég nefna nefndir. Ég hef fylgt því eins og Vilhjálmur var að nefna að sko nefna fjárlaganefnd en mér fannst ágætis málaviljuna til að sem kom fram hjá Þorvaldi í gær og Silju Báru í skeyti síðan í kjölfarið að það er þetta nefna óbeint. Sú nefnd sem fer með fjárlagamál, sú nefnd sem fer með utanríkismál, sú nefnd sem fer með eftirlits- og stjórnskipunarmál. Þá erum við ekki búin að stjórnarskrárbinda heiti nefnda sem óþjált. Nú síðan finnst mér mjög gott í þessum tillögum að það er skýrt hérna. Ég held við ættum að taka okkur það til fyrirmyndar í B-nefnd, varðandi fjárlaganefndina. Það er skýrt að ráðherra á að hafa samráð við utanríkismálanefnd áður en ákvörðun er tekinu mikilvæg utanríkismál, ekki bara svona segja frá hann eftir á eða alls ekki. Það verður að vera áður. Og ef þetta er hægt í utanríkismálum sem ber oft brátt að þá er þetta hægt í fjárlagamálum að mínum mati. Nú síðan vil ég fagna því að það er hann að komin inn tillaga að þingið hafi hér í þessu friðarlandi forræði á því hvort að landið á aðild að hernaðaraðgerðum. Þannig er þetta líka yfirleitt í hernaðarríkjum. Allavega lengri stríð skulu háð samþykki til dæmis Bandaríkjaþings. En í þessu friðelskandi landi er þetta ennþá sjálfsagðari regla og kannski ættum við að signalera að við séum ekki hlutlaus þjóð heldur friðelskandi svona lengst af með því að áskilja aukinn meirihluta eins og við höfum fengið ábendingar utanfrá. Að það þurfi aukinn meirihluta á þingi en ekki bara einfaldar meirihluta til þess að Íslandi eigi einhvers konar aðild að stríði eða hernaðaraðgerðum. Nú svo vil ég taka undir það sem kom fram alþjóðasamninga. Ég held að það sé ekki nógu nákvæmt hugtak og það er nota þjóðréttarsamninga eins og var rætt ítarlega í gær og áður. Síðan varðandi framsalsákvæðið. Ég er ekki sammála Pétri að við höfum ekki þurft að deila fullveldi okkar. Þannig að það er brýn þörf á þessu hvað sem líður aðild að ESB. Við höfum nefnilega deilt fullveldi okkar í hátt í 2 áratugi með því að gerast auka aðilar að Evrópusambandinu með svokallum samningi Evrópsku efnahagssvæðið. Þar höfum við framselt fullt af ríkisvaldi, bæði á sviði dómsmála, framkvæmdarvalds að einhverju leyti og ekki síst löggjafarvalds. Þannig að sá ventil sem við höfum til þess að staðfesta formlega ákvarðanir sem eru teknar í Brussel án nokkurrar eða mikillar aðkomu okkar er mjög óraunhæfur ventil, þannig að þetta er mikið framsal ríkisvalds sem að mínum mati fór í bága við stjórnarskrána á sínum tíma og ég skrifaði það í grein sem birtist fyrir 19 árum síðan í Morgunblaðinu. Ég sendi ykkur hana í gær og ég er enn sömu skoðunar. Það var ekki óháð sérfræðinganefnd sem að komst annarri niðurstöðu og margir í þeirri nefnd, 4 lögfræðinga, hafa síðar viðurkennt að þetta var svona vanmat hjá þeim. Seinna kom í ljós að EES-samningurinn fól í sér svo mikið framsal ríkisvalds þegar frá leið og á reyndi að þetta rúmaðist ekkert innan stjórnarskrárinnar.
Og að því leyti vil ég taka undir með Pétri að það ekki alveg rétt lýsing að mínu mati í greinargerð nefndarinnar á því að það sé einhver óskrá regla óumdeild allavega hvað má framselja mikið ríkisvald hvert og undir hvaða skilyrðum. Þannig að því leyti ég sammála Pétri gildandi rétt, en ég er mjög ósammála honum pólitíkina. Það er brýn þörf af þessari ástæðu fyrir því að leyfa eða skilyrða eða kveða hvernig má framselja ríkisvald. Það er ekki bara EES-samningurinn sem við höfum gerst aðilar heldur Schengen, þar hefur nokkurt ríkisvald verið framselt og öryggisráð Sameinuðu þjóðanna fer með yfirþjóðlegt vald sem við erum bundin að og það eru sjálfsagt fleiri tilefni til þess að hafa slíkt ákvæði í stjórnarskrá, hvað sem líður því áhugamáli mínu og margra annara að ganga í ESB. Það er ekki eina ástæðan fyrir þessu. Ástæðan fyrir því auðvitað að gott að hafa áhrif á það sem maður er bundin að. Það er nú annað mál. Nú varðandi tillöguna, eins og hún er orðuð hérna framsal ríkisvalds, þá finnst mér vanta inn í hana kannski fleira en bara frið og efnaðarsamvinnu. Ég er nú engin sérfræðingur í Evrópurétti en ég held að kannski ESB gangin út á aðeins fleira en frið og efnaðarsamvinnu og einhvern veginn orðaði ég þetta svona í ákvæði þetta sama að það mætti líka vera bara aukin samvinna þjóða og sameiginleg réttarskipan. Það er jú það sem að ESB og Evrópska efnaðarsvæðið gengur svolítið út á. Nú, mér finnst gott að í tillögunni kemur fram að slíkt framsal ávallt afturkræft, en ég held að þurfa að svara þeirri spurningu sem ég hef reynt að svara, hvernig það afturkræft? Og þá finnst mér einfaldast að sama regli gildi afturköllun framsals ríkisvalds og framsal þess. Það er að segja, það væri bara einfalt ákvæði að afturkalla megi framsalið með sömu málsmeðferð. Það er að segja, í þessu tilviki samþykki þings og svo samþykki staðfestingu þjóðar. Þingið á ekki geta ákveða að ganga úr, til dæmis yfirþjóðlegu samstarfi ef að þjóðin hefur samþykkt áður. Nú svo finnst mér sjálfum vanta líka til þess að róa þá sem eru hyggjumennum svona samstarf að taka fram að við slíkt framsal ríkisvalds verði aldrei hægt að breyta stjórnarskráni. Þetta er að vísu svona kannski óþarft strangt tiltekið lögfræðilega, en ég held að væri gott þegar við erum að breyta stjórnarskrá og setja inn ýmis efnisákvæði til dæmis her og frið og gildi og ýmis mikilvæg atriði, að það er alveg ljóst að yfirþjóðlegar stofnanir eða stofnanir sem fara með framselt ríkisvald frá okkur geti ekki breytt stjórnarskráni. Það verður aðeins gert með þeim reglum sem við höfum eftir að tala betur hér. Nú síðan vil ég að lokum taka undir með breytingatillögu sem að Lýður og Kata hafa dreift hér að það er sjálfsagt að árétta að staðfestingar þjóðaratkvæðið þarf að sjálfsögða að vera bindandi af eða á. Það er nú væntanlega það sem að meint er með þessu, en ég held að það myndi róa marga að taka það fram. Aftur takk.